Hann kominn hérna í þáttinn Jónas Þór Hreinsson, en hann búinn að vera tæp 30 ár í tölvu- og hátæknibransanum. Velkominn. Takk fyrir. Segðu mér nú, hvað var þetta þess að fórst að vinna við hátækni- og tölvubransan á sínum tíma? Hvenær byrjaðu? Ég byrja í Tæknival áramótin 86, 87. Þetta atvikaðist þannig að kunningi minn var að vinna í Tæknival sem að þá skipti svona í innstýri deild eða þeir voru að hanna innstýringar og selja innstýringar og hægt og rólega voru að fika sig yfir í auka hluti fyrir tölvur. Já. Á þeim tíma var náttúrulega ekki tölvuumhverfi eins og við þekkjum það í dag. Nei, aldeilis ekki. Þetta var nú allt öðruvísi og sjálfur sér kannski höfðu verið þarna til IBM tölvur stórar, HP tölvur stórar og bankarnir auðvitað höfðu verið þarna reiknistofa bankana gegnum tíðina. En í sjálfur sér þetta leyti svona PC-tölvan kannski að stíga sem fyrstu skref og verða almenningseign. Já. Og þetta þýddi það að menn sáðu þarna tækifæri og sérhæfðu sig kannski ekki í tölvum þá á þeim tíma, heldur í fylgihlutum. Þetta voru diskettur, þetta voru mís og svona auka hlutir í kringum þetta. Og það var allt í Tæknival. Já, sem var þessi auka hluti. Þannig byrjaði Tæknival í auka hlutum og jaðarbúnaði. Þannig byrjaði Tæknival í raun og veru í auka hlutum, jaðarbúnaði, rafmagnsnúrur, tölvuborð, disketturnar stór þáttur og diskettubox og geymslur, segulbönd og prentborðar. Þetta svona upphafið af tölvuþættinum innan Tæknivals. Já. En svo farið þeir seinna meira að flytja inn og selja tölvur. Já, auðvitað var þetta þannig að þessi fylgihlutir og rekstravara óx töluvert hratt og komið svona kannski á þann tímapunkt kringum 8, 10 og 9 eitthvað svoleiðis að þá erum við orðnir stórir í þessum fylgihlutum, diskettum og öðrum fylgihlutum, farin að dreifa í búðir og annað og til stóra viðskiptavina, prentborðum og segulböndum að þá svona sjá menn hérna kannski að það allt sem sagt orðið klárt og það vantaði bara punktinn yfir ið sem eru þá tölvurnar. Þannig að þá taka stjórnendur Tæknivals þá ákvörðun að fara lítið kringum sig og við höfum verið staðsettir á grensásvegi 7, fluttum niður í Skeifu, það sem kannski menn muna helst eftir félaginu. Já, sem að Tæknival var þá eftir það allan tíman, ekki segja? Sem var það nánast allan tíman eftir það og þar opna menn verslun, byrja að selja tölvur fyrir aðra og síðan bara sjá mig að það er eftirspurn og þetta sé það sem að vanta til að taka skrefið í það verða alvöru tölvufyrirtæki og það enda með því að menn semja við Hyundai og það eru pantaðar 5 vélar og auglýst stórsýning. Þetta voru svolítið stórar sig þær vélar að það ekki? Jú, þær voru svona, hvað var að segja, þetta kannski ekki öðruvísi heldur en menn höfðu þekkt áður auðvitað. Viktor hafði verið hérna mjög lengi, sem Einar J. Skúlason, flutti inn í Gámavís, komið var þessu og þetta var svona kannski öðruvísi og öðruvísi þannig að verðin voru mun betri heldur en menn höfðu séð. Og þarna kom bara opnuðust dyr inn í fyrirtæki. Á þessum tíma er líka verið að þróa mikið af viðskiptahugbúnaði og bókhaldshugbúnaði og svona sérhæfðum hugbúnaði þegar þýddi það fyrirtækin voru að tölvuvæða sig. Já. Og þegar þetta gerist, þegar að menn geta fengið bókhald inn í PC-vélar og server sem ekki kostaði mikið pening, gátu búið til umhverfi, 5, 10, 15, 20 umhverfi, að þá verður sprenging í raun og veru. En hvenær svo þegar almenningur fer að kaupa sér svona tölvu inn á heimili? Þarna erum við að tala fyrirtækin voru að innleiða þetta hjá sér svolítið, en svo þegar almenningur fer síðan að taka þetta inn á heimili. Já, þá hlýtur að hafa verið mikil sprenging. Það er rétt og þarna hafði Einar J. Skúlason byrjað með Viktorinn. Það sáust þarna verð 129, 39, 149 og þetta eru bara sömu verð og við sjáum á PC-vélum í dag.
að þeir byrja á þessu og þarna kemst svona almenningur í snertingu við tölvu sem er á viðráðanlegu verði. Hyundai kemur svo inn með betri verð og leið og þetta gerist svona eftir fyrstu mánuðina að þá fer að verða svona vakning í þessu. Já. Þegar skólakrakkar fá að kynna sér í skólum, menn fá þetta heim og það er að verða til ýmiss konar forrit fyrir heimili og menn svona geta farið að nota þetta sem ákveðna skemmtun. Þarna verður svona fyrst stóra skrefið. Menn verður þetta hræddir, sumir kunni ekki neitt, aðrir höfðu eitthvað geta gert og menn voru svona fikra sig áfram og mistuglegir og höfðu mismikla kunnáttu þegar lögðu af stað. Ég man eftir dæmið sem fjölskylda keypti nýja vél og hafa hóað alla ættingjana og sett lægir í ofnin og svo var kveikt á. Þetta þótti bara stór stund. Sem það eflaust var. Já, alveg örugglega. Og svo er náttúrulega gríðarlega mörg fyrirtæki sem að spretta síðan út af þessu eins og margar verslanir sem fóru að selja tölvur og svo jaðarbúnaðinn. Já, auðvitað sko voru þarna til, þetta voru HP á Íslandi var til og skrifstofuvélar sem var svo Gísli og Jónsson, síðan Nýjari var þarna og fleiri fyrirtæki, mörg þeirra voru hérna í Skeifunni og þar kring, þannig að þetta var svona eins og svona tölvumiðja einhvers konar og menn fluttu þetta inn alls konar merki, við sáum fjölda merkja og í þessu sáum við vöxt bara upp á 25-30% á milli ára þegar þetta var að byrja. Já. En áttu þér eitthvað svona uppáhaldstæki á þessum tíma? Við gefum okkur upp svona frá 80 og 6-7 til kannski 90 eitthvað. Er eitthvað sett að svona tæki sem að það sem var auðvitað svona líka ákveðin bylting á þessum tíma og það sem menn sáu kannski heimilinu og auðvitað fyrirtæki líka að það var módemið eða mótaldið. Já, komast inn og þá fóru menn að kynnast netinu. Já, kynnast netinu og geta fara að tala saman. Og þetta auðvitað var mikil bylting. Upplifur mikla byltingu einmitt á þeim tíma og í þessu? Já, sko módemsala var mjög mikil. Já. Og menn voru að tengjast og menn gátu fara að tala við börnin sín sem voru í námi erlendis og koll á kolli. Já, og þá var það á þeim tíma, þá skrifust menn á ekki satt? Jú, menn skrifuðust á. Það var ekkert að tala myndi eða hljóð? Nei, þetta var bara í gegnum símalínu í raun og veru og þannig að þetta bara var mikil bylting en ef við kannski svo, það sem var auðvitað gaman líka, það sem kom þarna, það voru skannarnir, myndaskannarnir. Já, ekki að skanna ljósmyndar í tölvunni. Skanna ljósmyndar inn og tekið gamla myndir og svona kroppaði þetta og rífressað og þetta fannst mér sérstaklega hjá eldra fólki að menn bara hreinlega fjárfestu í því til að koma sínu gömlu myndum inn á tölvutækt form. Já. Og fólk á eftirlaun dundar í þessu og gerir enn í dag, veit ég. En hvað, svo seinna mér koma síðan snjallsímar, snjalltæki og það er það sem að fólk þekkir orðið í dag. Hvernig líst þér á þá þróun? Mér líst bara vel að þá þróun en ég held að sko eins og snjallsímar og annað, þarna er fólk að skoða, fólk er að brása, fólk er að senda stutt skilaboð sín á milli en þú raun og veru vinnur ekkert á þetta. Ég held að þetta breyti svo sem ekkert sko tölvunni sem slíkri sem vinnustöð og eins að þú vilt gera eitthvað, skrifa eitthvað annað þá þarftu að hafa góðan skjá og þú þarftu að hafa einhvers konar tölvu til að geta framkvæmt þessa vinnu sem þú vilt gera. Símarnir flottir sem slíkir og eiga auðvitað framtíð fyrir sér sem uppflettirtæki og til þess að svara stuttum skilaboðum og auðvitað til að tala við fólk. Og hvernig notar þú síma þinn í dag? Ég nota hann fyrst og fremst til að fylgjast með minn tölvupósti og auðvitað bara hringja í viðkomandi eða svara þegar svo brundir en svo sem ekki mikið meira. Hvernig tæki ertu með? Ég er með Nokia 720. Já, og kanntu ágætlega við hann? Ég kann vel við hann og það sem líka við erum að sjá við þetta er að þeir hafa svo kallað near field communication eða það að þú getur prentað í gegnum það og þú getur greitt með þeim í framtíðinni. Prentari, getur þú prentað þá farið þann á prentserver eða gegnum síman? Þú getur farið gegnum síman og prentserver, þú getur fengið skjal eða eitthvað og þú getur svo sem verið hvað sem er og ef þú ert nálægt þráðlausum prentara þá getur þú farið í gegnum netið og prentað út skjalið sem þú varst að fá til dæmis eða þú ert að fundi eða þarft að breyta eða laga þá getur þú gert þetta.
þarna sé ég mikla möguleika í því umhverfi sem ég að vinna í dag, í prentumhverfinu, að þarna gríðarlega spennandi framtíð með símana einmitt að vopni, að geta prenta út hvar sem laga til, senda tilbaka og þetta með þess að hægt að gera þetta með stór vinnuskjöl og plottera, allt upp í A0, A1 tengt. En hvernig, nú ég nú sjálfur oft spurður að hvernig ég sé fyrir mig framtíðina í tölvumálum. Já. Og það rosalega erfitt, finnst mér að spá fyrir hvað verður í framtíðinni, en ert þú með eitthvað svona pælingar? Væri hægt að spyrja þig, hvernig sér þú fyrir þig tölvuframtíðina? Sko, kannski 10, 15, 20 ár fram í tíma? Eftir öll þessi ári sjálfur sér í þessum tölvubransa, þá hefði ég aldrei getað spáð fyrir það sem að gerast í dag. Það eitthvað svolítið erfitt. Já, það svolítið erfitt, en það sem að kannski að sjá annað, að það getur vel verið að þú verður bara með þína tölvu í vasanum og jafnvel þinn 24 tómur skjá í vasanum líka sem þú getur svo bara mætt á staðinn og flett út og einhvern veginn þannig og síminn mun auðvitað gegna veigamiklu hlutverki en ég held að alltaf einhvers konar skjár og einhvers konar aðstæða til að geta unnið, skrifað þarf alltaf að vera einhvers staðar með aðgengi. Fólk þarf að hafa aðgengi þessu til að geta klárað sín mál. En við komumst í miður ekki lengra með þetta spjall, þakka kærlega fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Þátturinn verður ekki lengri í kvöld og ég þakka bara fyrir áhorfið. Nú ég minna það er hægt að sjá þáttinn inn á inntv.is. Ég þakka fyrir mig í kvöld, verið þið sæl.